Á Knarrarbergi í Eyjafjarðarsveit stendur reisulegt hús með 3 burstum sem byggt var árið 1925. Þar búa svissnesku hjónin Ulrika og Andreas ásamt syni sínum Tao. Á Knarrarbergi reka þau ferðaþjónustu fyrirtækið Inspiration Iceland sem framarlega í heilsuferðaþjónustu á Íslandi. Síðustu ár hefur fyrirtækið leigt aðstöðu undir þjónustu sína á mismunandi stöðum en nú standa yfir framkvæmdir á Knarrarbergi þar sem verið að byggja húsnæði undir alla starfsemi fyrirtækisins en hún afar fjölbreytt. En hvernig kviknaði hugmyndin að fyrirtækinu? Þessi fyrirtæki var stofnuð 2010. Í rauninni vildum á byrjum svona búa til setur fyrir náttúrulækningum. Þetta tókst reyndar ekki. Þá datt okkur í hug að búa til ferðaskrifstofan sem hafa svona sem markmið að styðja heilsu. Hvaða þjónustu bjóðuð upp á hérna á Knarrarbergi? Við bjóðum í ýmsar meðferðar og dans og yoga. Ég sé yoga, dans og qigong og meðferðar sem nutt, ýmsar nutt, líka indversk abhjanga-nutt og steina-nutt og íþrótta-nutt. Í rauninni sérfræðingur í yoga og vellíðan og þessi Knarrarberg koma núna til staða þess vegna sem sagt þetta adelsvæði okkar og núna við miðstöð okkar þar sem allt koma saman. Nuttstofur, hvílasalur, finsk sauna, heitur pottur, yogasalurinn örugglega og þessi falleg panoramamóttökun hjá okkur í Knarrarbergi. Hverjir eru það sem eru að nýta sér þetta? Er þetta aðalega erlendir ferðamenn sem þið eru að taka á móti hérna? Við erum að blanda saman, okkur finnst spennandi að blanda saman ferðamenn með heimafólk í yoganámskeið okkar til dæmis áramót. Það eru alltaf Íslendingar og fólk frá Evrópu eða Ameríku. Þetta finnst okkur spennandi að blanda heimafólk saman við ferðamenn. Af hverju? Hvað gerist þegar þessir 2 hópar blandast saman? Ég held þetta sé spennandi fyrir bæði. Heimamenn koma í beint samband við ferðamenn, ekki bara í götunni. Maður getur lært svo margt af þeim, en þeim finnst örugglega líka flott að hitta heimamenn. Þetta finnst okkur svona flott konsept. Og eins og þið segið, það boðið upp á jóga, alls konar meðferðir, steinanutt og fleiri tegundar af nutti. Af hverju ætti fólk að nýta sér þetta? Hverjir þurfa á þess að halda? Svo mikilvægt í þessi daga að koma í snertingunni með náttúrunni. Knarrarberg svo nálægt með Akureyri og svo rólegt og mér finnst frábært stað til að koma í jafnavægi með sálar og hugur og bara koma og finna eitthvað nýtt líka í þessi gamla góða náttúrunni. Og líka vil ég segja, ég á miklu reynslu núna að finna þessi samband af turista með Íslendingar. Turista finnst yndislegt bara að setja milli af Íslendingar sem svona mjög jarðtengt. Og Íslendingar finnst mjög spennandi að hittast þessi yogis frá allt staðar á landinni að koma í samband og bara hafa nýtt hugur og læra saman. Það mjög, mjög rík. Eru Íslendingar sem sagt að þínum mati mjög jarðtengdir? Ég held það. ég held, já, ekki allir og flest Íslendingar eru mjög jarðtengt og við erum að læra það. Andres líka mjög jarðtengt og ég búin að læra ár eftir ár meira og ef ég ekki mjög jarðtengt hjálpar það stundum bara að standa nálægt með Íslendingar og borða hákarla. Æðislegt! Eins og áður sagði eru heilmiklar framkvæmdir í gangi á Knarrarbergi þessar mundir, en nýbyggingin, Knarrarberg Spa, á að vera tilbúin í janúar þó að hlutar hennar verði teknir í notkun fyrr. Þarna verður finsk sána, heitur pottur, jógasalur og fleira. En hvers vegna velja þau þennan stað fyrir svona starfsemi? Þetta bara all íslensk staðurinn sem ég held líka fyrir ferðamenn bara mjög inspirational að koma hingað. En sem sagt þessi framkvæmdir eru til þess að hafa allt á einum stað. En sem sagt það svona fallegt
að gista á Akureyri að hafa þessi menningarlíf, veitingahús og kaffihús og þá koma úti hér, hafa svona nokkra klukkustund hér og þá fara í ferðinni en fyrir Íslendingar til að koma í nutt og í að hvíla sig bara hér. Nú að byrja þessi tími sem margir Íslendingar kvíða, það komi haust, það koma vetur og nú kemur myrkrið og margir kvíða því. Hafið einhver ráð fyrir fólk? Hvað getur maður gert svona í skammdeginu til að láta sér líða eins betur? Já, ég hef mjög jákvætt varðandi vetratíma. Það finnst mér vera ótrúlegt flott, sérstaklega hér. Það líka þess vegna við erum með svona hundasleitaferðir örugglega. Þá kemst maður út og upplifa náttúru. Þá líka þessi mettstöð Knarraberg, hann bjóða upp á þessi sauna og hvílasal og það eitthvað sem mjög hefðbundið hjá okkur heima ef vetratíma að styðja heilbrigði ef þessi stundum og for sumt fólk kannski frekar erfitt tíma að bara fara í sauna þá kalt styrtan eða kalt bað og þá hvíla sig inni og bara kyrrt. Þetta mjög gott til að jafna sig og bara fylla með orku. En þið eru ekki bara 2 hérna í fyrirtækinu, það er einn lágvaxinn meðstjórnandi með ykkur. Hvert er hans hlutverk, hans Tá? Hann bara gleðgefandi í Knarrabergi en okkur finnst bara rosalega flott hvernig samfélag á Íslandi sér börn. Ég held bara barnvænasta land í heimili, þetta bara frábært hér. Sammála okkur finnst svo yndislegt að læra frá Íslendingar. Börn eru mikilvægst og dýrmætasta fyrir heimili. Og svo flott að hafa Tá hér og eftir Tá var bara nýtt fætist og við finnum Knarraberg sem stað var það fyrir mig sem mamma yndislegt bara ímynda hann má lappa bara út í garðinu og bjóða börn hér líka auðvitað krakkajóga. Þannig að þið eru með krakkajóga hérna líka? Auðvitað, já. Og tekur Tá þátt í því? Auðvitað.